Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, einhvern veginn eru 2 stef hérna í gangi. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan 37:10 og við erum komin hérna yfir í rallið. Það er Þórður Bragason, formaður Bifreiða íþróttaklúbbs Reykjavíkur sem er komin á línuna, en haustrallið fór fram helgina og ég trúi því að enginn hafi viljað farið heima þeirri keppni, er það nokkuð? Já, það enda náttúrulega alltaf einhvern veginn heima hjá okkur, sko. Já. En það er allavega gaman meðan á því stendur og það vantaði ekkert upp á það, allavega ekki hjá þeim 8 sem að kláruðu. En það voru mikil afföll í keppnina, það voru 7 sem að kláruðu ekki og það hefur kannski viljað dunda aðeins lengur og mér veitanlega þá er búið að vera mikill leiðangur í gangi að sækja eitt bíl sem að fellur keppni og var bara fastur langt fyrir utan veg, sko. Já. Eða ekkert langt fyrir utan veg, bara rétt fyrir utan veg, bara upp á einhverju stórgrýti. Já, komið svona í smá utanvegarakstri. Já, það telst nú kannski varla umhverfisspjall að keyra ofan á stórgrýtinu. Ég held að sjá allavega meira á bílnum heldur grjótinu. Já, en hvernig svona heppnaðist mótið fyrir utan það duttuðu ansi margir út? Þetta eru 15 keppendur sem skráðir og 8 sem kláruðu? Já, þetta er mikil afföll. En jú, keppnin bara gekk ljómandi vel í alla staði og það er alveg viðbúið að einhverju áhörna fjallu út og við svona reiknaðum frekar með því að það er afföll á leiðinni Tungná sem er bara mjög gróf. Hún er reyndar orðið mikið betri núna, rallararnir eru búin að hitta veginn, sko. En hún var mjög gróf og hún var að taka mjög mikið að dempur og það var mjög margir í fjöðrunar vandamálum. Já. En samt bara mjög vel heppnað og Íslandsmeistararnir í tókuðu Baldur og Aðarsteinn, þeir fóru þarna með sigur á Hólmi og sýndu það að Íslandsmeistarartitillinn, hann var nú engin tilviljun, sko, þeir gerðu bara eins og hersöðingjar. Já, á Impressu? Á Impressu. Já. Það er vinsalasti rallybílinn, þessar Subaru Impressur. Já, það er margt mjög gott við Impressuna. Þetta eru bílar sem eru bæði öflugir og góðir, geta keyrt hratt. Það er mjög vinsælt að breyta þessum bílum mjög víða í heiminu, þannig að það fæst allt í þá og mikil reynsla af því að breyta þeim. Þessi bíl á Baldri til dæmis, hann er smíðaður út í Finnlandi og er svona, skulum við segja, alvöru preppaður rallybíl og nú ætlum ég ekki að fara að tala niður þá bíla sem eru smíðaður hérna heima en bíl eins og bílinn þeirra er smíðaður að verksmiðju sem er í eigu Arnalds heimsmeistara í rally. Já. Og þykir í þetta lagt, en þetta er náttúrulega fokdýrt. Þetta kostar alveg bara, ég veit ekki hvað þetta kostar mikið, sko. Þetta er svona ekki alveg gefins, svona? Nei, ekki alveg. Nei. Þetta er kannski ekki þetta ódýrasta sportið í heimi sem þú getur farið í það nokkuð? Nei. Ég dreif ekkert fyrir það að rally er dýrt sport en það er nú með rallið eins og svo margt annað. Við erum alltaf að gera eitthvað og veljum okkur að eyða peningum í þetta eða hitt og það er þeirra val sem að stunda rally að eyða peningum í þetta. Þetta gefur endalaust tilbaka, þetta er endalaust gaman og félagskapurinn í kringum þetta, hann er náttúrulega alveg frábær, sko. En það að sitja í bíl á þröngum malarvegi á hátt í 200 km hraða og koma út af leiðinni og geta ekki einu svona haldið á kaffibolla því að þú skelfur, bókstaflega skelfur, bara af spenningi. Það er tilfinning sem þú kannst ekki gefa ansamlega marga peninga til að finna þá en þú finnur þetta bara ekki líka, sko. En hvernig gengur keppendum á Íslandi eða íslenskum keppendum að ná sér í styrktaralega? Er það ekki svolítið alltaf frekar erfitt verkefni? Jú, það er það og gengur misjafnlega. Það eru fáir sem hafa náð svona einhverjum teljandi árangri í því. Þannig að þetta er náttúrulega eitt af þeim verkefni sem er fyrir okkur í Akstursíþróttasambandinu, AKIS, að reyna að koma sportinu þannig fyrir að þetta verði svona viðurkenndara. Eitt af því sem við höfum verið að velta fyrir okkur undanfarið að skoða, hver er stærð mótorsportiðnaðar eins og Íslandi bara sem sprota í hagkerfinu eða sem anga í hagkerfinu. Það er alltaf verið að tala að þessi eða hinn geiri sé þetta stór hluti af hagkerfinu, en það hefur aldrei verið mælt hversu stór angi akstursíþróttir eru og það mætti telja ansi víða. Það má ekki gleyma að akstursíþróttir að þær eru kannski á fleiri stöðum heldur en nokkuð grunar því að afleiðurnar af akstursíþróttunum að það liggja til dæmis á fyrirtækjum eins og Arctic Trucks
fyrirtæki sem beinleinis komið til bara upp úr því sem búið að vera að þróa hér í áratíu sem heitir bara torfæra. Já, nákvæmlega. Þannig að það svona, landkynningin allan búin að vera mikil í aksturs íþróttunum. Já, bæði þá torfæra náttúrulega mjög sérstök á heimsvísu, en svo má ekki gleyma því að rallið, þar allavega þeir erlendu keppendur sem hafa komið hérna að tala að við búum einstaklega vel, við höfum mjög mikið af vegum sem að hverfa víðast hvar í heiminum. Vegir, svona malarvegir, bara eins og þekking Kaldadal til dæmis og náttúrulega leiðarnar sem vorum að keyra núna helgina. Þetta leiðir sem horfnar mjög víða að búa malbyggat allt saman í Evrópu, þannig að þeir eiga ekki svona vegi. Þannig að við erum bara, meðum teljast mjög heppnir, við erum ennþá svona old school í rallínu hérna. Já, allavega svona in favor, sko, þetta uppáhaldsrallymanna, það að hafa hlykkjótta malarvegi, það akkurat það sem að rallyi snýst Það náttúrulega alveg hellingur til af þessum leiðum hérna heima og það kæmi ekki óvart ef að vel helsta málum innan stjórn AGI, innan sérsambandsins hjá ISI, að þá gætum við sé það á næstu 10-15 árum að það komi hingað heim stórar alþjóðlegar keppnir í rally bara til þess að sækja þessa vegi sem ekki til annars staðar. Nei. Þannig það sko. En keppnin helgina, hún var náttúrulega bara mjög skemmtilega. En eins og ég segi þetta með afdöllina, strax inn á fyrstu leið og þá bara strax eftir 1 kílómetra þá var einn út í kantinu, brotnað fjöðurinn hafði keyrt út af. Þá voru þeir Valdimar og Sigurjón að brotnaði framdempari hjá þeim og það var engin ástæð fyrir þá að reyna neitt að halda áfram því þetta var framdempari sem var brotin og bílinn með öllu ókerandi. Já, það ekki tekið því að fara að reyna að púsla þessu saman allan. Nei, ekki tekið því að reyna að fara að keyra áfram. Þeir áttu eftir að keyra á eitthvað 20 kílómetra upp allan Dómadalinn til þess að komast í þjónustu þar. Ekki einu sinni vitandi hvort það væri dempari þar. Já. Nú, kílómetri seinna þá voru þeir fókusmenn, þeir Gunnar Freyr og Jón Þór, þeir stoppuðu þar þegar gírskiptirinn, hann bílaði. Það náttúrulega eina af svona helstu forsendunum fyrir að keyra bílana, það að hafa gírstöng. Það mjög gott að geta skipt gír. Og þegar það ekki til staðar, þá fer ekki lengra. Nei. En þeir koma aftur inn seinna í keppninu og afreikuðu það að detta út aftur meira það. Ekki kannski góð auglýsing fyrir Ford, já, allavega ekki fyrir þennan mikið breytta Ford, skulum við segja. Nei, Ford Focus. Já, en þetta dæmis nú kannski ekki á Ford Focus, heldur kannski dæmis þetta nú frekar á rallybíl. Já, nákvæmlega. En það var nú eina hótt sem var keyrið þarna nánast allan Dómadalinn á 3 hjólum. Já, eða það brotnaði einn afturdempari, þannig að eitt afturhjólið það bara svona dinglaði eitthvað neginn með og tók svona nánast umhverfið burtu, svona afturstöður og aukabúna, þetta fekk allt saman að fjúka. Já. Þetta voru systkini Bragi og Ingeborg. Já, gef ekki eftir. Nei, það stóð alls ekki til. Þetta skildi hafast einhvern veginn. Já. Ekki hár meðalaldurinn í bílnum, ég held að hvað Bragi 21 og Ingeborg 16 ára. En það urðu nú samt að játa þessi segri að þeirra hinn afturdemparinn brotnaði og farin að spila eða eftir sko. Já, þá hafa þau gefast upp. Já, þá var engin ástæð til að halda frá lengra því að þau vissu sem var að það var ekki til fleiri demparar. Já, það er betra að hafa á til staðar. Já, það er svolítið nauðsynlegt sko. Já, en eins og ég segi með þá Baldur og Aðalsteinn að þeir stempluðu það þarna að það var engin tilviljun að þeir tóku titilinn því þetta var mjög sannfærandi sigur hjá þeim. Þeir eru með besta tíma á öllum leiðum og halda bara upp þessum hætti að gera svona á sínum hraða, hratt og örugglega. Já, þeir eru svona að halda sig innan leyfilega marka. Já, þeir allavega hafa ekki verið að gera nein mistök. Það náttúrulega segir mjög mikið til hvernig þeir keyra að þeir ná að halda sér fremstum. Já. En eru samt aldrei að keyra sig í vandræði. Þeir eru ekki einu sinni að sprengja dekk. Þeir ekki voru eða maður rétt. Síðan sumar bara búið að ganga ef við þekkir eitt áfallalaust og vel að merkja Baldur búin að keppa núna í þó nokkur ár. Það er aldrei fallegur keppning, aldrei. Já. Það segir nú kannski svolítið meira til mannin, persónuna, heldur en þú getur talið marga hluti til, hversu góður ökumaðurinn er, hvernig hann undirbýr sig, en það að vera með svona langa keppnisreynslu og hafa aldrei fallegur keppning, það segir bara svolítið mikið til persónuna. Já, hann hlýtur þá að treysta allan svo sem ég farþegarsætinu ansi vel en alveg sama hver það er. Já, hann verður að gera það. Þetta gengur allt út af það, sko. En það breytir því ekki að þetta skrifast að stóru leyti á Baldur
því hann hefur náttúrulega ekki alltaf verið að keppa með aðalsvinni, sko. Þeir byrjaði að keppa núna fyrir 3 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Ég man það ekki nákvæmlega, ég held að séu 3 ár. En Baldur er náttúrulega búinn að keppa mörg ár þar á undan. Og það annað sem hann var að minna á, sko, að Baldurinn og svona, það var að segja, komin að aldur, 55 ára gamall, múrari. Og samt í þetta góðu líkamlegu formi að geta verið að keyra á þessum hraða. Vel að merkja að keyra rallybíl á svona miklan hraða, það er mjög líkamlega erfitt. Maður, finnst nú bara nógu erfitt að keyra smá spotta hratt? Já. Ég þekki það sjálfur, maður kemur út að sjálf og ef maður er að taka á þá er maður bara virkilega þreyttur, þetta tekur á. En Íslandsmeistararnir frá því fyrra, Henning og Árni, þeir voru þarna samfærandi og eftir. Það vantar allt til þess að geta haldið yfir Baldur. Þeir hafa ekki verið svona, það var að segja, nógu heppnir með bílinn í ár. Bílinn hefur verið að hekja það og þeir sömuleiðis, stundum verið að hekja sig sjálfa, hafa bara ekki verið nógu grimmir eða ofgrimmir og verið að keyra sig í vandræðum. Og í þessari keppni þá voru þeir að stúta framtökurinn þegar að fara að líða á keppnina, sko. Þannig að þegar voru 2 leiðir eftir, þá áttu engan séns á að reyna að sækja, sko. Það er bara að reyna að klára. En svo er Gunnar Karl og Ásta, þeir voru í 3. sæti á Mitsubishi. Já, svolítið langt á milli, en Gunnar Karl, hann skilaði sér í mörk og með nýjan aðstofurökumann. Sannlega gaman að sjá að þessi ungi ökumaður, hann er svona þeirra að koma upp, þeirra bæði að náðu hraða og ná valdan að keyra mjög öflugan bíl. Svolítið sést þetta svona reynslulítill ökumaður skuli vera að keyra svona öflugan bíl. En það er líka mjög gaman að fylgjast með hvernig hversu hratt hann lærir. Já, hann hefur ekki verið að keyra fram úr sér. Hann er ekki eins og var svolítið talað fyrir tímabilið að þetta myndir hann kannski bara vera til þess að hann færi ennþá hraðar og lengra út af. En það hefur akkurat ekki gert. Hann hefur bara verið að auka hraðan jafnt og rétt. Jafnt og rétt, sko. Menn þurfa sem sagt að vera með ákveðna, geðviki en líka mjög góða skynsemi til þess að geta haldist í þessu sporti. Já, þú getur aldrei unnið keppni nema að keyra hratt og þú getur aldrei orðið meistari nema að hafa skynsemina líka. Já. Að blanda þessu tvennu að hún skilar meistara. Þú kemst aldrei með það að verða meistari nema þú hafir þetta hvort ekki. Svo koma reynsluboltarnir, Guðmundur Ólafur. Já. Það eru nú búin að keppa lengi og eru... Ólafur Þór, hann er frá Laugavatni eða ekki? Ég þekki það ekki, en það getur vel passa. Já, hann sé ekki bara sunnlendingur? Já, það kemur ekki. Sunnlendingar eru víða, ekki gleyma því. Það þekkjum það. Já. En þeir keyrðu svona svolítið sinn blús. Þeir voru ekkert að taka bestu tíma, en svona Guðmundi að þeim báðum líkt. Þá keyrðu þetta á seiklinu og vitandi það hvernig leiðirna litu út. Einhver mun gera mistök, einhver mun fatast stögið og það kom að því að Baldur Arnar og Hannarún sem voru þarna fyrir fram að þau sprengdu dekk og þetta eftir fyrir þá. Já. En jafnvel þó maður skoði tíman og sjá að það sé bara einu sinni sem að Guðmundur vinnur Baldur á selið. Það má ekki gleyma því að þarna kikkar reynslan og kannski skynsemin sem er náttúrulega fólkin í alveg hellingsmikil reynsli hjá Guðmundi umfram Baldur. Að hann veit að aðrir munu keyra sig vandræði vegna þess að leiðirna líta þannig út. En hann vissi það líka, hann mátti kannski ekki gera mikið meira því að þá hefði hann lent í sömu vandræðinu. Já. Þannig að hann vinnur svolítið á skynseminni þarna en hins vegar alveg ljóst að Baldur Arnar, það er nú að fara sitt í skóla til Hollands á vegum Akís að læra meira akstursíþróttir. Þetta er mjög efnilegur ungur ökumaður, Íslandsmeistari í non-turbo. Að hann keyrir hraðar alla keppnina en hann sprengir dekk og tapar sigrinum á því. En það er alveg ljóst að þessi drengur hann hefur hraðan sem þarf. Já. Er hann þá að sprengja dekk aðeins út á hraða bara alltaf? Það er þegar þú ert að íta fast og ætlar mikið, þá er alltaf ákveðin hætta á ferðinni og þegar leiðarnar eru eins og að líta og núna þá veit maður það af reynslunni að nú mun eitthvað gerast. Það er bara, vístu bara, það kemur að því og ég held að það hafi verið svo reynsla sem skilaði Guðmundi í fyrsta sæti. Já, en svo, í jeppaflokknum þarna, er þetta ekki jeppaflokkur annars ef ég er að skilja þetta rétt? Jú, Hörður Barri og Sigurður Anna, þau eru þar í fyrsta sæti og áttu það alveg skilið. En ég veit að þeir voru mjög svektir, Hlöður og Halldór Gunnar Jónsson, sem voru í öðru sæti. En
þeir sprengdu dekk á fyrstu leið og sprengdu 2 dekk eða maður rétt á fyrstu leið og þeir rauninni eyðilögðu alveg fyrir sér bara á fyrstu leið voru þær eitthvað 4,5 mínútu á eftir þeim sko. En munur sem er bara of mikill, það var ekki takt að ná honum upp. Nei. En ekki það, þeir voru alltaf takandi betri tíma og maður sér það maður skoða tímana eftir það að það er alveg þangað til á síðustu leið þegar þeir gefa eftir Hlöður og Halldór Gunnar á hinu leiðanum þá eru þeir með besta tíma í FA-flokki sko. Þegar þeir allavega að vinna á Örd og Hannes Sigfríði. Já. Það náttúrulega kemur sönnlaust að keppnisskapið, það kikkar ansi fast við þarna inn í rauða sér af tíunum hjá Hlöður og Halldór Gunnar náttúrulega, við þekkjum hann eða því þekkjum hann sérstaklega. Já, og hann líka gefur ekkert eftir í körfunni hérna. Ó nei, það einhvern veginn var aldrei stimplað inn í þessa bræðurstrjá að gefa eftir. Nei. Keppnisskapið alla leið, þetta eru yndislegir drengir. Svo eru þau Kristján og Ásta í síðasta seldi. Kristján er nýlið, hefur aldrei keppt í rally áður. Já, ok. En samt hann keppnis reynslan í bílnum talsverð því að við hliðina á honum situr kærastan hans, hún Ásta og hún er vel að merkja breskur meistari í rally. Já. Sem er aðstoðarökumaður. En hún var sem sagt að keyra með bróði sinni Daniel hérna út í Sérlandi fyrir nokkrum árum síðan og staðan eða lokastaðan í breska mótinu það árið ætlaðist þannig að einn aðstoðarökumaður hjá þeirra áhöfni eða hjá þeim ökumanni sem var bresku meistari að hann var ekki með í einni umferð og var þess með ekki meistari heldur að Ásta sem þau voru sem sagt í öðru sæti en Ásta var sem sagt breskur meistari aðstoðarökumanna. Þetta er nú eitthvað sem hefur ekki farið hátt því miður, segi ég. Nei, þetta er bara, þú ert alveg að koma mér hérna óvörum núna. Já, þetta eru stórfréttir, en þau eru afar hólát, lítillát þau systkinin og eru ekkert að flíka í en ágæti. Það væri ólíkt en. En svona fyrir vikið þá erum við inni fólki í kring svona að reyna að benda á þeirra ágæti sko. Þeirra ágæti, þeir er bara nú, já, ágæti er enda betur en gott. Já, það er vissulega það besta, ágæti. En það má margt yndislegt en þau segja og til miður þá hefur þessi saga af Ástu og breska meistaratitilinn, hún hefur til miður ekki farið víða. Nei, ég hafði ekki hugmynd þetta. Nei, þú ert ekki einn það get ég sagt þér. Nei, ég skammast mín hérna. Já, þú þarf nú ekki gera það. Það hefur bara svo hátt að það verður engin vendur fyrir að hafa ekki þekkt hana. Já. En þá, hún fer allan ekki fram hjá mér núna. Það er gott. Já. Þannig En við fengum nú alls konar veður þarna upp frá. Já, ég ætlaði með að spyrja því. Það er kannski ágætt samt að veðri sem var í dag hafi ekki komið helgina. Já, það var eiginlega tvennt svona sem að við höfðum áhyggjur af. Það væri eitthvað aftaka veður sem að var nú alveg í kortunum og eldgos. Alveg ljóst ef að Bárðarbunga myndin allir taka upp því að springa í fellur að þá erum við gert burtara ykkur sveitinni sko. Og já, enda náttúrulega ekki fótur fyrir því að fara stefna til eitthvað íþróttaviðburð þessara náttúrulega hamfarir eru þarna handan á horni. En þarna hitt er með veðri sko, við fengum alls konar góð veður. Það var eiginlega ekkert vont, það rindi smávegis á tímabili þarna, en við fengum sól og fengum eiginlega bara alls konar gott veður. Þetta var ljómandi. Já, en er tímabili núna alveg lokið fyrir fram á næsta vor? Hjá ykkur? Já, Íslandsmótinu er lokið. Já, ég er að tala um bara svona tímabil hjá ykkur rally. Já, það er nú kannski aðeins að fljótt að útiloka það, sko. Við erum nú svona velta fyrir hvort okkur langi að halda eitthvað sprettrally sem er bara svona utan móts og ég er einmitt að fara að ræða við hjá Bláskóðabíðu núna í vikunni, gamlu Lyngdalsheiðina, gamla Gjábakkaveðin, hvort að hann fáist til þess að nota sem íþróttamannvirki. Og aðalskipulega er þannig núna að það gengur ekki en við í vor og ætlum að kanna þetta með haustunum hvort það var hægt að breyta því skipulagi. Því það er nú ekki að heyra að þau hafi neitt að móti því sko að þarna síðast undar rallikeppni. Nei. En þetta er náttúrulega þarf að fara sína pólitísku leið eins og gengur og gerist og við heldum bara áfram að vinna í því. Og ef það kemur eitthvað jákvæmt upp því að þá er nú meiri líkur en minna og við munum verma Suðurlandis von bráðar. Já, líst vel á það. En það er alveg rosalega skemmtilegt að sjá þetta helgar þegar rallybílarna eru að keyra þarna í gegn eða hvort sem þeir eru að vera að draga þá eða þeir í akstri. Það er alltaf svona tilbreyting af vegunum.
Já, það nú alltaf talað rally sirkus, en sko þetta náttúrulega heilmikið fólki sem fylgir þessu og það mjög talað það sko þar sem við höfum verið að stoppa og halda okkur keppni eins og í Hólmavík og sérstaklega svona á minni stöðum. Þar hefur, verkfarnar á staðnum og sjoppurnar og þeir hafa alveg tekið eftir því, sko. Þetta talsverður hópur sem kemur, talsverður viðskipti sem að byggja þessum hóp. Þórður Bragason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og mér hlakka mikið til að heyra frá okkur og fjalla betur rallyið næsta sumar. Ég hlakka bara til þess og takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Já, Þórður Bragason, alltaf mikið að gerast og ef þið ætla að kynna ykkur þetta nánar, það inn á bikr.is. Svo náttúrulega Aksturs Íslands. Aksturs Íþróttasamband Íslands, það á sínu stað bæði á Facebook og á og erum við einnig með heimasíðu asissport.is. En við ætlum að fara í handboltan hérna í lokin. Sebastian Alexandersson höfðingi, hann ætlar á línunni hér eftir smá stund, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.